Já, við erum komin eiginlega bara út í svona hefðbundið silfur hérna því að við kvöldum kosningarnar í smá tíma og erum að tala já, mál sem fjarskalega mikilvægt og það hvernig við eigum að endurreisa bankana og svona hlutverk þeirra í hagkerfinu. Jón Gunnar Jónsson, bankamaður, þú starfaði nú á alþjóðavettvangi sem bankamaður og hefur reyndar áður verið hérna í þættinum hjá mér. Þú skrifaðir mjög lærða grein hér í Morgunblaðið hér í vikunni endurreisn bankana og ég svona að vonast til þess að við getum skýrt þetta út á mannamáli því að þetta dálítið flókið og tæknilegt það hvernig hægt að endurreisa efnahagsreikning þeirra og hvernig hann á að vera. Sko endurreisn bankakerfisins mikilvægasta efnahagsmál þjóðarinnar og rauninni það mikilvægasta mál sem bíður nýrrar ríkisstjórnar. Þetta mun mikilvægara heldur við tala gjaldeyrismál og peningastefnu Seðlabankans vegna þess að án heilbrigðs bankakerfis verða hér í landinu ekki heilbrigð fyrirtæki. Og vegna þess gríðarlega áfall sem við urðum fyrir í haust þá verður endurreisn bankana að vera með þeim hætti að ríkið taki ekki of mikla áhættu í þeim nýju bönkum sem það verður hluthafi. Og það mikilvægt að ríkisstjórnin líti sko ábendingar mínar ekki sem gagnrýni heldur frekar sem leiðbeiningar mögulega betri lausnir. Og það þannig að bankakerfið eins og á stillaði hugmyndinu það voru settar fram í október þegar embættismanna og stjórnkerfi landsins var í rauninu overload. Og þess vegna voru mikilvægt að vera ekki að gagnrýna stjórnvöld út af því að þetta miklar og erfiðar ákvarðanir og það ósköp eðlilegt við svona stóru ákvarðanir að margt færi úrskeiðis, sérstaklega þegar litið á þetta síðan meir, að þá koma fram miklir annmarkar. Og aðal annmarkanir sem ég sé á þessu í fyrsta lagi það að þegar lagt var af stað með verðmatið á bönkunum, þá var það lagt fyrir Deloitte og Oliver Wyman að verðmeta eignir nýju bankana eins og eðlilegar aðstæður væri í þjóðfélaginu. Sem þýðir það að það mikil hætta á því að nýju bankanir kaupi eignir, innlendar eignir gömlu bankana á allt of háu verði. Þetta var allt verðmetið allt of hátt. Þannig að verðmatið mjög líklega allt of hátt miðað við núverandi aðstæður í þjóðfélaginu. Þetta það sem Sigmundur Davíð var að tala í sambandi við þessa Wyman-skýrslu. Já, ég gerði nú svolítið mikla pólitík úr því, sko. Já, ég efast reyndar að Oliver Wyman hafi sérstaklega talað um eitthvað seinna hrun, en þeir hafa líklega spennt á það að verðmat með við eðlilegar aðstæður mun hærra heldur en verðmat við núverandi aðstæður. Og bara vegna óvissunnar í heiminum langmikilvægast að taka yfir sem minnst af eignum vegna þess að ég gerir ráð fyrir því og ég gerir sem sagt ber saman ástandi á Íslandi við Indónesíu sem ég nokkuð kunnugur. Ég gerir ráð fyrir 80% af lánum bankakerfisins séu vanskilum. 80%? Já, en ég hef náttúrulega ekki á tölunum, þetta er bara svona mín ágiskun. Sem því það að bókvært verð útlána bankakerfisins cirka 4.000 milljarðar. 80% af því eru 3.200 milljarðar. Þannig ef við ætlum að taka þessar eignir yfir á sem sagt 40%, ég ger ráð fyrir rukkum aðeins 30%, þá töpum 10% sem 320 milljarðar. Þess vegna svo mikilvægt að minnka bankakerfið til muna. Og bankar eru þannig stofnanir að þeir hafi tvenns konar viðskiptavini. Þeir skulda innlánshöfum og þeir lána út fyrirtækjum og heimilum. Og við eigum að miða stærð bankakerfisins við innlendar innistæður sem eru 1.300 milljarðar en ekki innlend útlán sem eru 4.000 milljarðar. Og ef við minnkum bankakerfið þannig, þá minnkum við það áhættu sem ríkið tekur og bankakerfið eru mun heilbrigðara, þeir verða sterkari, það verður auðveldari fyrir Seðlabankann að lána þeim á svona millibankamarkaði, þeir fá hærra lánshæfismat og erlendi kröfuhafar munu miklu frekar að eignast hlut í slíkum bönkum. Þannig að þetta það sem þú ert að stinga upp og einhvers konar lausn á því hvernig bankarnir fjármagna sig. Já, í rauninni bara hvernig við hugsum bankir að búa hérna til miklu minni banka. Já, miklu minni banka og vegna þess að bankar sem eru með útlán, þessum 80% þeirra eru í vanskilum, að þeir verða aldrei eðlilegir bankar. Og þeir eru rauninni verða svona eins og eignaumsýslufélög
miklu frekar, en ekki eðlilegir bankar sem lána fyrirtækjum út af vörukaupum eða sem sagt, fjárfestingum. En þú ert þá hlynntur þessu eignarumsýslufélagi sem Algjörlega. Þú að það sé rétt leið? Algjörlega. Að taka þessi fyrirtæki út úr bönkunum? Algjörlega. Og það sem þarf að gera er það að með þessum svona hugmyndum mínum að minnka bankakerfið, þá skiljum við eftir gríðarlega mikið af sem sagt, íslenskum útlánum í gömlu bönkunum. Já. Og mikilvægast aðgerðin er að fjárhagslega endurskipuleggja þessi fyrirtæki, íslensk fyrirtæki. Já. Og við höfum að gera það með tilstilli eignarumsýslufélags, en ekki að taka svona mikið yfir af útlánum inn í nýju bankana. Þú hefur sagt að við séum líkari í Indónesíu en til dæmis Svíþjóð. Miklu líkari. Já. Vegna þess að Indónesíu voru 80% af lánum bankakerfisins í vanskilum. Fyrirtæki þar voru mjög skuldsett í erlendi mynt. Rúpían tapaði 50% af verðgildi sín á mjög skömmum tíma. Stýrivextir voru mjög háir og þannig að þetta er svona allt svipar aðstæður og við höfum liðið undanfarið. En segðu mér, sko, hvað með erlendu kröfuhafana? Ég meina, geta þeir samþykkt þetta? Sko, það er ekki þeirra valda að samþykkja þetta vegna þess að nú er þetta verðmat tilbúið, það er tilbúið 15. apríl, verðmat á eignum bankana. Og það sem nú gerist er það nú fara fram samningaviðræður. Og þess vegna eru nýju bankarnir sem stofnanir er rauninni ekki til vegna þess að það er ekki búið að búa til efnahagsreikning þeirra. Nei. Og núna þurfa að fara fram samningaviðræður það að ef þú ert fulltrúi kröfuhafa gamla bankana og ég er nýju bankinn, í tilfelli hvers eins og einasta banka, Kaupþings, Glitnis og Landsbankans, þá það ég sem nýju bankinn að kaupa eignir á þér á ásættanlegu verði. Og ég er að segja að við höfum bara að kaupa miklu minna af eignum, upp á 13 milljörðum og jafnvel enn minna, og bara á því verði sem ég býð þér. Og kröfuhafar erlendu bankana með ástandið á lánsfjármörkuðum í dag eru svona í frekar þröngru stöðu vegna þess að þeir geta verið neyddir til þess að selja eignir bankana vegna þess að íslenska ríkið eða nýju bankanir eru rauninni einu kaupendur. Í leiðinni kemur inn á verðtryggingun og jöklabréfin, það sé að leysa það. Já, ég er að segja það að út af því að það er gerur ráð fyrir sko síðustu áramót voru 250 milljarðar útistandandi jöklabréfum og stór hluti af innistæðum í bönkunum eru vegna jöklabréfanna vegna þess að þau þurfa að vera til krónur í bönkunum til þess að borga jöklabréfin þegar falla gjalddaga. Og það er engin ástæði fyrir nýju bankana að taka yfir þessa innistæður vegna þess að ef þú tekur yfir innistæður sem er skuldi bankana þá er það að taka yfir meiri eignir. Og ef þú tekur yfir svona mikið eignum þá er þetta að taka rauninni bara fleiri og fleiri vanskilulán. Og svo líka það að bankarnir náttúrulega geta lána mikið þessa dagana þannig að þá eru þeir að borga vexti af þessum gríðarlega miklum innistæðum sem þeir geta síðan ekki lána út sjálfir. Og það sem við eigum að gera, við erum að reyna að skilja þessar innistæður útlendinga sem mest eftir í gömlu bönkunum sem þýðir það að þeir festast þar þangað til að þeir komu greiðslustöðin í lok næsta árs og þá minnka þrýstingur á krónuna gríðarlega mikið. Hin hugmynd með verðtrygginguna er það að ef við færum með minna eignum og fáum erlenda kröfuhafa sem hluthafa í nýju bönkunum að þá þarf að sjálfsögðu veiti fjármagn í bönkunum til þess að lána íslensku fyrirtækjum. Og það sem ég legg til að í staðins að íslenska ríkið sem sagt leggja hlutafé þá láni þeir þeim bara í formi skuldabréfs á óverðtryggðum vöxtum sem þýðir það að útlán bankakerfisins verða óverðtryggð sem þýðir það að þá aftengjum við verðtrygginguna og útlán bankakerfisins. Þannig að þá minnkum við þess aðeins þrýstingin á þessu. Ég vil bara klára þetta alveg. Þú telur í leiðinni segiru að það sé siðferðileg skylda okkar að elta uppi eignir sem hafa verið komið undan. Já, ég tek eins og skýrt fram, við vitum ekki hvort eignum hefur skotið undan. Nei. En það er okkar siðferðileg skylda að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að gera upp við erlenda kröfuhafa á sanngjarnan hátt. Við höfum ekki að hætta lánshæfismati íslenska ríkisins með því að ganga að kröfum erlenda kröfuhafa vegna þess að erlendi kröfuhafar eru fagfjárfestar og þeir voru margsinnis varað við því að fjárfesta og lána íslensku bönkunum og gerðu það oft á betri kjörum en þeir gátu fengið á skuldatryggingamarkaði þannig að þeir eiga að taka skellinn og það er svo mikilvægt
að láta þá taka skellinn vegna þess að þá látum við erlenda kröfuhafa bera stærsta hluta af þeim kostnaði tapi sem verður við afskriftir á íslensku fyrirtækjum. Og það Ísland eina land í heiminum sem getur gert það vegna þess að við fengum alla þessa peninga lánaða erlendis frá. Og svo bara líka aðeins í lokin að við verðum að hugsa út frá þessi siðferðilegu skyldu. Ef við lítum á gjaldþrot íslensku bankana í sögulegu samhengi, Kaupþing þriðja stærsta gjaldþrot sögunnar. Þriðja stærsta gjaldþrot sögunnar? Þriðja stærsta gjaldþrot sögunnar á eftir Lehman Brothers og WorldCom. Kaupþing og Glitnir, hvorum sig, stærra gjaldþrot heldur en Enron. Gjaldþrot íslensku bankana, allir þriggja, líklega jafn stórt og mögulegt gjaldþrot General Motors. Þannig að við þurfum að setja miklu meiri alvöru í þessu mál að hugsa endurfjármögnun endurreisn bankakerfisins, áhrif þess á lánshæfismat og stöðu ríkissjóðs og fyrirtækin á landinu og þess vegna að gera fyrir þessari nýju ríkisstjórn að bankarnir báru ábyrgð á hruninu en nýja ríkisstjórnin ber ábyrgð á endurreisninni og hún verður að líta svo á að margar aðgerðir sem farið verið í haust voru líklegast ekki teknar á góðum forsendum og við getum breytt betri vegar. Jón Gunnar, þakka þér fyrir að koma hérna í þennan óhefðbundna silfursátt á kosninga, daginn eftir kosningar við. Þetta búið að vera dálítið langt úttalt hjá mörgum, ég búin að vera hér 3 daga í röð, en verið skemmtilegt leið og svo eru aðrir sem taka við hér í kvöld með fréttaskýringar kosningaúrslit og svo auðvitað koma leiðtogar flokkanna í umræður hér hjá okkar hæfustu stjórnendum hjá Ríkisútvarpinu en ég verð hér aftur eftir viku. Takk fyrir að horfa.